Náðarfremstur í fótbolta að mínu mati er að æfa meira en hinnir og borða náttúrulega vel, borða vel og rétt. Ég æfði mikið þegar ég var yngri handbolta og fótbolta og það var náttúrulega alltaf, það var eina sem ég gerði í rauninni, var að æfa fótbolta og skóla. Þau ráð sem ég gef til ungra leikmanna í dag er náttúrulega að æfa meira en hinnir sem eru í liðinu og það skila sér alltaf auka sem hún gerir. Tæknin er náttúrulega grunnurinn af öllu. Fótboltinn erlendis er náttúrulega öðruvísi. Það er meiri hraði, meira tempó og meiri samkeppni. Það er ákveðið stolt að vera í A-landsliðinu og atvinnumaður í fótbolta er náttúrulega draumur unga krakka í dag. Ég náði lengri en hinnir út af því ég æfði meira en strákarnir, félagar mínir og þar spilaði tæknin inn í. Ég var mikið með bolta á fótunum sjálfur þegar ég var yngri. Það sem þarf til að ná fremstu röð fótbolta að mínu mati er að sjálfsögðu æfa meira en hinnir, nota garðinn, fara út í garð og æfa sig, nota allan frítíðinn sem við hefur í að æfa þig og vera betri. Tæknin er mjög mikilvæg. Þú þarft að hafa vald á boltanum, sérstaklega þegar þú komur í atvinnumennskuna þá hefur minni tíma á boltanum og þú þarft að hafa meira vald á honum til þess að koma andstæðingunum í erfiðari stöðu. Ég myndi halda að ég væri með svona góða tækni af því að ég notaði garðinn þegar ég var yngri. Notaði hvert tíma sem ég gat til þess að fara út í garð og finna góðan vegg og æfa mig. Að vera atvinnumaður í knattspyrnu og vera í A-landsliðinu, það er frábært, það er mikill heiður og maður nýtir þess í botn. En að sama skapi þarf maður að halda einbeitingu og halda áfram að æfa sig og vilja verða betri. Það er rosalega mikið að hafa góða tækni í nútímafótbolta. Hraðinn er sífellt meiri og andstæðingarnir verða betri. Þess vegna er lykilatriði að hafa góða tækni og æfa hana sérstaklega vel. Þegar ég var yngri var ég alltaf í fótbolta, öllum stundum, milli æfinga, í skólanum, eftir skóla, heima, inn í stofu. Skipti engu máli hvar ef ég átti lausan tíma þá var ég í fótbolta. Ekki bara mæta á æfingar og æfa með félagsliðinu eða í skólanum, heldur einnig milli æfinga. Bara vera alltaf með fótboltan, það er besta leiðin til að ná langt. Að vera atvinnumaður í knattspyrnu eru forréttindi en að baki liggur mikil vinna, sérstaklega í tækni. Mitt besta ráð til ungra knattspyrnumanna og kvenna er að æfa vel, sérstaklega tæknina. Það er besta leiðin til að ná alla leið. Ég er atvinnumaður í fótbolta og spila í Bandaríkjunum og það er bara draumur sem er að rætast hjá mér núna síðustu ár. Að fá að upplifa að spila með bestum knattspyrnukonum í heimi, það er náttúrulega bara frábært og líka bara að vakna bara á morgnana og maður fer á fótboltaæfingu. Ég hef náð langt í fótbolta því að ég hef alltaf haft trú á sjálfum mér og ég hef aldrei gefist upp. Þegar ég var yngri þá átti ég bara heim í sveit og ég bjó bara til mörk og var bara út að sparka með systkinunum. Þá var ég nánast á fótboltavellinum frá morgun til kvölds og þurfti nánast að draga mig inn. Það er kannski líka að skila sig aðeins í mín að ég var lengi aðeins með strákum og það gerir mig sterkari. Kvennaknattspyrnan hefur fengið meiri athygli núna en var þegar til dæmis ég var 8-9 ára, þá vissi ég kannski ekki alveg mikið landslið en núna er miklu meira athygli á okkur og það eru miklu meira sjónvarpsleikir og við erum í blöðunum og þannig að það er kannski líka pínu skemmtilegt. Þegar ég spila á EM það var bara frábær upplifun að spila í lokakeppni. Það er svona toppurinn sem ég hef kynnst á fótboltaferlinum að spila í lokakeppni fyrir landsliðið og að skora markið, eina markið, já markahæst með 1 mark. Það var bara mjög skemmtilegt, bara frábær upplifun að skora móti Frökkum, sérstaklega að við komumst í 1-0. Markmiðin mín eru bara að bæta mig meira í fótbolta
og ég ennþá að æfa rosalega mikið aukalega til þess að bæta mig ennþá meira því að ég geri mér markmið fyrir hvert einasta ár og tímasett markmiði mín og stefni á að vera enn betri knattspyrnukona. Sérna á miðunni, Gylfi, vekkur hann á hægri og með frábært mark! Gylfi Sigurðsson! Sérstaklega á yngri árunum þegar maður er ungur þá mjög mikilvægt að æfa að halda boltanum á lofti og viðhalda touchinu og bæta það. Vinstri og hægri löft skiptir miklu máli og ég held að rétt hugafar skiptir mjög miklu máli og að æfa meira en aðrir, sérstaklega að æfa fyrir utan æfingarnar hjá sínu félagi. Þegar ég var yngri var ég mjög duglegur að skotin, sérstaklega með hægri og vinstri fæti. Mjög mikilvægt að vera jafnfættur með báðum löpum að skila sér langt þegar lengra kemur. Ég hafði mig mjög mikið sjálfur tæknilega og fyrir utan æfingar hafði ég mikið skot og sendingar sérstaklega. Eftir hverja æfingu, allavega hjá Redding, þá æfði ég sérstaklega að taka aukaspyrnur 10-15 mínútur, það er nóg á hverjum degi. Það kemur upp í einhvern 1,5 tíma í hverju viku. Þannig að þegar þú tekur aukaspyrnu í leik þá áttu meiri möguleika að hitta markið heldur en þegar þú ert ekki búinn að æfa. Í atvinnumennskunni í sérstaklega Englandi það er lítið tíma um bolta og þarf að vera með mjög gott fyrsta touch og bara sendingar yfir höfuð skipta miklu máli og tæknileg geta. Þar sem hraðinn er meiri og hefur minni tíma um bolta þá mjög mikilvægt að vera búinn að æfa það þegar þú ert yngri og áður en þú ferð út í atvinnumennskunni. Höllusdóttir kemst hérna inn fyrir og sendingin inn á teginn og Margrét Lára skorar fyrsta markið í þessum leik á 4. mínútu. Þegar ég var yngri þá var ég mjög dugleg að æfa mögulega. Mér fannst alltaf mjög gaman í fótbolta, þannig að ég var rosalega dugleg að vera ein út á velli eða með vinunum og svona bara sparka í bolta og skjóta mark og svona bara vera með boltan daginn út og daginn inn. Það handlar mjög mikilvægt í alþjóðafótbolta í dag að vera með góða tækni. Þannig að það nýtist mér mjög vel, sérstaklega sem ég er sóknarmaður og þarf oft að geta leikið á varnarmanninn eða tekið skot í fyrstu snertingu eða annað. Þannig að það nýtist mjög vel að vera duglegur að æfa sig í tækni og ég reyndi að gera það þegar ég var yngri. Það er allt annað tempó að spila alþjóðlega fótbolta eins og með landsliðinu og spila erlendis heldur en kannski að vera að spila heima eða þegar maður var yngri. Það er allt annað tempó og miklu meiri hraði og maður þarf að vera sneggri og með betri boltameðferð þannig að maður sé fljótari en andstæðingur með boltan og geta tekið snöggar og góðar ákvarðanir. Í rauninni það eina sem maður þarf ef maður ætlar að bæta sig sem knattspyrnumaður það er að eiga bolta og hafa hugafar og hungur til að bæta sig. Og svo er það líka bara þannig að vera með boltan, það þarf ekki endilega að vera einhver ákveðin æfing fyrirfram, heldur bara að vera með boltan og leika sér og fá þessa tilfinningu fyrir boltanum sem er svo mikilvægt. Það eru náttúrulega fyrst og fremst forréttindi að fá að spila fyrir landsliðið og það er ótrúleg tilfinning þegar maður fór fyrsta skiptin á völlinn í landsliðsbúningnum og var svona stíga sín fyrstu skref. Þetta er svona draumur sem maður er búinn að lifa með og vilja ná frá því maður var lítill, þannig að það er bara besta sem maður gerir og skemmtilega sem maður gerir, það er að spila fyrir landsliðið og hvað þá þegar maður vinnur leiki og nær sínum markmiðum með landsliðinu. Það er bara ólýsanleg tilfinning. Já, þegar ég var yngri þá var ég alltaf út að leika með þér og halda á lofti og reyna að slá metið og skipti krakkan í hverjunu og skipti með 2 lið og það var bara að spila allan daginn. Það voru nú nokkra sem að mættum yfirleitt bara að lega vöknum niður í Valsheimili og vorum bara allan daginn. Fyrst og fremst var ég bara að leika mér og var kannski ekkert að spá í því hvað ég var að æfa. En svo tók þjálfarinn okkur ofta aukaæfingar ef maður bað um það og þá var það nú helst kannski skot og einhvers konar knatttækni. Það er allt hægt að gera, bara frá að sparka í vegg og setja upp keilur og halda á lofti. Það er mikill hraði í alþjóðlegum bolta í dag og það er lykilatriði að vera með góða tækni og grunnþjálfun. Þessum hraðinn er mikill og maður þarf að vera fljótur að hugsa og horfa alltaf 1-2 leik fram með tímann. Það eru mikil forréttindi að fá að spila fyrir landslið og fyrsti leikurinn var kannski svona tilfinning að það var alltaf hægt að lýsa henni hvernig hún var. Þetta er bara sem að hver knattspyrnumaður vill fá að
gera og stefnir að. Margrét Lára með sendinguna inn fyrir og Dóra María! Og frábær sending frá Margréti Láru. Já, þegar ég var yngri þá fór ég oft með krökkunum út að leika mér og að duglega að vera með bolta. Ég náttúrulega þegar maður var yngri þá var maður alltaf í fótbolta og þetta nýtist það manni í dag. Þegar ég var lítil þá bjó ég í blokk og var svona garður í blokkinu og ég og pabbi minn voru ofta að leika okkur saman og ég fór líka oft bara að sparka í vegg og halda á lofti og leika mér. Ég var bara ekki í einhverju sérþjálfun. Þegar ég var yngri þá var ég mjög tapsár og ég þoldi ekki að tapa og það hefur komið mér langt í dag. Ef krökkum langar að fara að æfa sig og bæta sig og þá eru komin sparkvellir allt land. Til dæmis bara það er bara nóg að taka eitt bolta og fá vin sinn með sér og bara sparka á milli og taka skot og halda á lofti. Þegar ég var í Haugum og var valin í A-landsliðið og það var mjög mikill munur á tempói og þannig að ég fekk svona sem í tempósjokk og þá sérstaklega byrjaði ég að sérhæfa mig í því að það er mjög mikilvægt að vera með grunntækni og vera góður í knatttækni í A-landsliðinu. Það var rosa gaman að komast í A-landsliðið. Markmiðin mín eru að ég ætla að reyna að vera einu besta í heiminum. Þeir krakkar sem vilja ná langt, það er bara engin spurning að þeir verða að æfa meir en allir hinnir og borða vel, skiptir mjög miklu máli. Ég tók eftir því sjálfur að þegar ég fór að borða betur þá fór að ganga betur, þannig að þetta hangir allt saman. Og sérstaklega þegar ég er orðinn 15-16 ára þegar fólk fer að hugsa aðra hluti eða skemmta sér og svona þá er mikilvægt að spila mikið fótbolta og meir en allir aðrir. Þegar ég var barn og unglingur þá gerði ég lítið annað en að spila fótbolta og hafði virkilega gaman af. Ef ég fekk frítíma frá skólanum eða öðru þá nýtti ég það hygglust í að spila fótbolta, hvort sem það var í snjó eða úti á fínu grasi. Að vera atvinnumaður í knattspyrnu og í A-landsliðinu er frábært. Ég elska það. Mér finnst hrikalega gaman að þessu öllu saman. Þetta er forréttindi. Við fáum að gera það sem okkur finnst skemmtilegast að gera. Við fáum að ferðast mikið. Fáum líka að hafa mikinn frítíma með fjölskyldunni og vinunum. Þannig að þetta er bara jákvætt og sérstaklega gaman þegar vel gengur.